Góða kvöldið, áhorfendur góðir og hjartanlega velkomin í beina útsendingu á KA TV frá leik Aftureldingar og KA í Unbroken deild kvenna. Liðin að gera sér klár og ég held að sé okkur ekkert að vanbúnaði að fara að byrja þennan leik. Þessi leikur var færður til, átti að spilast í gær en það seinkaði mitt sólarhring. Lið Aftureldingar, númer 1, Valdís, númer 2, Steinunn, númer 4, Isabella, númer 16, Tinna. Þarna er verið að kynna inn byrjunarliði hjá Aftureldingu. Það eru þá Valdís númer 1, Steinunn númer 2, Isabella númer 4, Tinna númer 16 og Missel Freyri númer 17. Og þá er komið að liði KA. Og Rut er líberó. Hjá KA er það Pála númer 5, Júlía númer 7, Lovísa Rut númer 10, Amelía númer 11, Auður Pétursdóttir númer 16, Lúcia númer 19 og líberó er hún Arnrún. En hérna sjáum við liðið sem að KA teflir fram núna í kvöld og við vorum búin að sjá líka þarna á skjánum liðið Aftureldingar. En þá gera leikmenn sig bara klára til þess að hefja leikinn. Það er Afturelding sem byrjar með boltan. Daníela byrjar í uppgjöf. Þessi lið hafa mest ansi oft síðastliðin ár og þessi leikir hafa yfirleitt verið mjög spennandi. Það var nú á tímabili sem að þeir enduðu alltaf 3-0 á sikkvort liðið. En ég var ekki vonað því að það gerist í kvöld. En við sjáum til. Allt klárt og Daníela byrjar í uppgjöf. Fín móttaka hjá Júlíu og það er Pála á afturlínunni og hún skorar fyrsta stigið. Vel gert. Pála var klár hérna að sækja úr afturlínunni. Þá var það Amelía sem að gefur upp fyrir KA. Hvít bolti og smá vesen þarna hjá Aftureldingu og KA nær þessum bolta. Júlía laumar og þessi lendir í gólfinu. Þannig að bjarga þessu. Þetta stig endaði KA megin. Það er það smá samræður hann í gangi milli þjálfarana og dómarans, en stigið endaði held í réttum megin. Amelía heldur áfram. Hvít bolti og
Daniel að bjarga þessu upp í loftið. Steinunn kemur þessu yfir. Og þá var það Lovísa sem spilar upp á Pálu og hún slær út. Aðeins og langur þessi bolti. En ágætlega list hjá Káa. Það var það Michelle sem að gefur upp fyrir afturhöllingu. Pála tekur á móti og svo er það Júlía og slær í blokk og út. Þetta var vel gert. Blokki var mætt þarna en Júlía náði þarna að slá boltan í hendurnar á þeim og út. Og fer svo rakleiðis í að gefa upp. Það getur reynst erfitt. Þær eru heppnar í þetta skipti afturhalding því að þessi bolti fór bara beint út af. Það var skrítið svif þarna á boltanum en hann stemdi engan veginn inn á völlinn. Hann var alla leiðin að fara út af. Og þá er það Valdís sem gefur upp fyrir afturhaldingu. Júlía tekur á móti og Amelía kemur boltanum á Pálu. Hún slær aftur út. Sker þess að bolta aðeins svo mikið þannig að þeir rætt ekki inn á völlinn. Held að hún viti það á svipnum á að dæma, þá held ég að hún viti alveg hvað hún er að gera við þess þarna. En við höldum áfram. Valdís áfram uppgjöf. Fýtt bolti og erfið móttaka þarna hjá Júlíu. Pála slær lausan bolta yfir. Daniela kemur svo boltanum á Steinunni og Arnrún nær þessu. Svo er það Lúcia í blokk og það er haldið áfram og Lovísa kemur honum ekki yfir. Amelía spilar upp á Pálu og núna fer hann að blokkinni en það er bjarga en ná ekki að koma boltanum yfir. Fín baráttu hann í báðum liðum og hérna en stigið endaði Káa megin. Það var gott að þarna ná boltanum úr blokkinu og halda áfram hjá Káa. Þá er það Lovísa sem fer í uppgjöf. Og fín móttaka hinum megin. Tinna slær í blokkina, vel góð blokk hérna hjá Auði. Svo er það Steinunn sem slær, Pála verst. Amelía kemur svo boltanum á Lúciu sem slær í blokkina en Daniel bjargar þessu. Svo er það erfiður bolti þarna á Steinunni en hún nær að tróða honum í gegnum blokkina. Og þetta enda með stigi fyrir afturhaldingu. Það var hérna smá óreiða hérna inn á vellinum en uppspilið var kannski svolítið nálægt netinu fyrir Steinunni en hún gerði vel í að skora þarna. Staðan á 4-4. Steinunn gefur upp. Pála aðeins of sterk móttakan hérna og aftur, já en þarna var það Steinunni eða, nei Tinna eða Ísabella, veit ekki hvort það var, sem náði þessu stigi eða Vilhelmina. En hérna Steinunn heldur áfram með uppgjöf. Arnrún tekur þetta móti, Auður reynir að koma þessum bolta upp. Já, smá hérna vesen í móttökunni hjá Káa. Þá er Steinunn aftur í uppgjöf. Og þessi fer í netið. Jájá. Stoppum þetta bara strax. Náum aðeins andanum og hérna náum bara góður í uppgjöf hérna strax eftir þetta. Pála er komin í uppgjöf. Fín bolti og Daniela kemur inn á Tinnu sem slær í blokkina og Pála var held ég tilbúin þarna undir en Amelía gerði það sem að uppspilarar gera gjarnan og fólk sem að hoppar úr blokk teygir sig í boltan hérna en hérna hefði betur látið Pálu taka hann. Svona er þetta, 7-5 afturhalding. Þá gerir Tinna sig klára að gefa upp.
Arnór tekur á móti, fín móttaka og svo er það Lucia á blokkinni. Steinunn bjargar þessu og kemur svo boltanum á Michelle og Michelle aftur. Þarna er smá misskilningur aftur hjá Káa. Það er aðeins svo mikið af stigum sem Afturelding að fá eftir mistök Káa megin. Þannig að Matteo ákveður í framhaldi af því að taka leikhlé. Aðeins að hreinsa loftið og reyna að stoppa þetta. En fjögur byrjun á leiknum, það er það er ekkert að segja annað. Afturelding ætlar ekki að gefa neitt hérna, það er alveg á hreinu. En ég held að það sé alveg öruggt að það sé næsta forgangsatriði hjá Káa að reyna að stoppa þessi mistök. Ekki vera að gefa mótherjunum svona mörg stig. Sjáum hvað gerist núna eftir leiklið. Og Tinna heldur áfram í uppgjöf. 8-5 fyrir Aftureldingu. Fínt bolti og Pála tekur á móti þarna. Fær svo boltan aftur, kemur hann lausum yfir. Daníela spilar svo á Tinnu í afturlínu, Pála verst og þá er það Júlía á afturlínunni og þessi bolti er inni. Já, vel leyst þarna hjá Káa. Stundum það maður bara aðeins að hugsa út fyrir kassan. Ef það gengur illa að slá við gegnum blokkina. Athugað hver er það laus í afturlínunni til þess að slá. Þarna virkaði það mjög vel hjá Júlíu. Frosti hjá Káa. Þá var það Lucia sem að gefur upp. Langur bolti og Rödd tekur á móti. Daníela spilar á afturlínunni á Tinnu. Fín vörn þannig á Luciu og þá var það Pála. Slær inn á völlinn, Rödd með góða vörn. Og Michelle laumar en Júlía las þetta og svo er það Lucia úr afturlínunni. En slær hérna í netið aðeins of lágt. En þetta er betra hjá Káa akkurat núna. Ísabella fer þá í uppgjöf fyrir Aftureldingu. Og Arnór tekur á móti. Svo er það Júlía sem slær og þessi er beint í gólfið. Michelle stóð þarna bara og horfði. Mjög gott smass þarna hjá Júlíu. Og þá er það Auður Pétursdóttir sem að gefur upp. Rödd með fína móttöku og þá er það Valdís að miðunni en góð blokk hjá Káa og aftur Lovísa. Kemur boltanum á Lovísu, á Júlíu segi og Lovísa hendur hann svo yfir. Vel gert þarna hjá Káa. Lovísa var þarna velvakandi og náði að henda boltanum bara í gólfið. Já, baráttu stig hérna hjá Káa. Og Auður hendur áfram. Fínn bolti, Rödd tekur á móti. Daníela spilar svo upp á Michelle og þarna er, Lovísa bjargar þessu. Svo er það Pála sem er í afturlínu í smá erfiðleikum með að teygja sig í þennan bolta. Náði ekki að koma þessu yfir. Þetta voru 7. mistökin sem að Káa gerir í leiknum, þannig að það er allt of mikið. Þá var Daníela komin í afturlínu og spilar upp, gefur upp segi ég og þarna er það Júlía sem að kemur boltanum yfir. Daníela spilar upp á Steinunni. Fín vörn þarna hjá Káa. Arnór spilar svo á Júlíu og þá er það Tinna í afturlínunni og kemur boltið auðvitað yfir frá Júlíu. Sjáum hvað Afturelding gerir núna. Það er Michelle, hún laumar. Og svo kemur Júlía sem slær sennilega í netið og í gólfið vitlausum megin.
Daníela heldur áfram í uppgjöf, 11-8 fyrir afturrætingu. Fín bolti hérna hjá Pálu og þarna er Júlía að gera það sem hún gerir best. Smassa boltan í gólfið. Virkilega góð sókn á því að Káa. Og þá er Amelía komin í afturlínuna, fer í uppgjöf. Sjáum hvað hún gerir núna. Þetta er fínn bolti og Steinunn slær þarna djúpt og inn. Hörkusmass þarna hjá Steinunni. Blokkin var ekki alveg mætt þarna, en stig til afturrætingar og Michelle gefur upp. Pála tekur á móti og þá er það Júlía sem slær og sker boltan þarna inn á völlinn. Glæsilegt smass hjá Júlíu. Virkilega vel gert og gott uppspil þarna hjá Amelíu. Og þá er að sjá hvað Júlía gerir núna í uppgjöfinni. Tókst ekki vel á þann, en ég er nú viss um það að þessi bolti fer alveg örugglega inn á mittgólfið, vel gert. Og Tinna slær síðan hérna hátt og það er Júlía sem bjargar þessu og Amelía kemur svo boltanum yfir. Og svo er það Valdís sem slær út. Þessi bolti var bara aðeins og langur. Fín tilraun hann í afturrætingu, en boltinn fór bara út. Ágætisbrettur hérna á Káa, staðan 12-11 fyrir afturrætingu. Júlía heldur áfram. Fínn bolti og ás. Glæsilega gert, hann hérna laumaðist yfir netið og svo bara steindrast hann í gólfinu fyrir fram Rutt. Það er ekki auðvelt að rekna út hvernig þessi boltar svífa hérna frá Júlíu. Og hún heldur áfram, jafnar leikinn. Og Rutt nær að stoppa þennan bolta, en Tinna slær og í blokkina og niður. Sýndist að vera Lovísa þarna sem að blokkaði þennan beint í gólfið. Og þá er það afturræting sem að tekur leikhlé eftir góða sirpu hérna hjá Káa. Staðan þá 4 stig í röð og þá tekur afturræting leikhlé og hérna Káa komið yfir 13-12. Þetta er miklu betra, þetta er miklu líkara því sem við erum vön að sjá hjá Káa. Það var þetta smá skrekkur hérna í hérna byrjun leiksins, en það er hrista bara það af sér og halda áfram. Fínasta stemming hérna í Káa heimilinu. Þrátt fyrir að veðrið sé nú kannski ekki besta þessa dagana. Það er búið að snjóa heilmikið og einhverjir sá þessu fært á að mæta. Enda líka stórleikur þegar þessi tvö lið mætast. Þá er það Júlía sem heldur áfram. Þessi bolti er, já, Rutt tekur hann og Tinna kemur hann svo yfir. Nei, þarna verður einhver að taka ábyrgð og þetta var frekar ódýrt stig. En þessi stig eru nú koma úr ýmsum áttum. Það er ekkert alltaf þannig að menn negli boltann í gólfið og þau telja líka stig sem eru skoruð svona. Það var Valdís sem er komin í uppgjör fyrir afturrætingu. Fínn bolti og Júlía með virkilega flotta móttöku og svo er það Lovísa á miðjunni. Glæsilega gert, flott spil hérna hjá Amelíu og Lovísu. Það er alltaf ekkert svar við þessu afturræting. Fínt að stoppa þetta bara strax, ná boltanum og halda áfram. Þá er komið að Lovísu í uppgjöf. Já, Michelle tekur á móti þarna og Steinunn slær línu, en góð vörn þarna hjá Lovísu.
og Pála er blokkuð en þær bjargaði þessu glæsilega gert þarna Júlíu. Lovísa kemur boltanum yfir. Þá er það afturhelding og það er Tinna sem slær og frábær blokk hjá Káa. Sáðan ekki hver það var sem að, við skráum þetta á Pálu. Mjög góð blokk. Komið nokkuð blokkstig hjá Káa og slík stig gefa nú eiginlega 2 stig. Það dregur kraftin úr mótherjanum og blæs smá eldi í liðsfélagana. Rut tekur hérna móti og það er Tinna aftur. Laumar og Amelía kemur þessu bolta yfir. Og aftur Tinna og nú er það Lovísa með góða vörn. Amelía kemur boltanum á Lúsíu. Og núna er það Steinun sem slær. Og þarna var Amelía óheppin, fekk boltan beint á sig. Og Steinun skorar stig hérna. Ekkert að gera við þessu, bara að halda áfram. Og það verður Steinun sem að gefur upp fyrir afturheldingu. Pála tekur á móti og það er Lúsía sem að slær og það er verðast þessu Tinna, fín vörn þarna hjá Arnrúnu, svo er það Júlía úr afturlínu og lauma en Amelía spilar upp á gólfinu á Pálu. Það er verjast ennþá og svo er það Michelle og hún skorar. Boltinn fyrir þarna aðeins á blokkinni. Truflar aðeins vörnina í gólfinu. Hörku leikur í gangi hérna. Staðan 15-15 og Steinun heldur áfram í uppgjöf. Arnrún tekur á móti og svo er það Pála og hún bara neglir boltanum hérna djúpt á gólfið. Michelle kom engum vörnum við þarna. Frábærlega gert þarna hjá Pálu. Hún fer svo beint í uppgjöf. Og þessi bolti er inni og Arnrún bjargar þessu og þannig er það Lúsía sem kemur boltanum yfir. Rut spilar svo upp á Tinnu og þannig er blokkin aftur, já! Vel gert. Þarna held ég að það hafi verið Auður Pétursdóttir. Þetta er þá 3. eða 4. blokkstig í þessari hinnu hjá Káa. Það er allavega komin ansi mörg. Búið að ganga mjög vel í blokkinni. Pála heldur áfram. Og Michelle tekur upp mótið þarna aðeins og hérna laumaði Daniela boltanum í blokkina og niður. Þarna sáu þær í Káa hvað var að fara að gerast en gátu ekkert gert. 17-16 fyrir Káa og Tinna í uppgjöf. Fín móttaka þarna í Júlíu og fær boltan aftur í afturlínu, laumar. Ísabella sá við þessu, svo er það Pála úr afturlínu af blokkinni. Tinna bjargar þessu og svo Michelle laumar og þessi fór í gólfið. Sýndist mér. Og það sem er eiginlega mikilvægra er það að dómarinn sá það og dæmdi þannig að stígið endar afturheldinga megin. Og það er jafnan 17-17. Tinna heldur svo áfram í uppgjöf. Fín móttaka þannig á Pálu og Júlía slær, fín vörn þannig hjá Rut. Tinna í afturlíninu og aftur blokk hjá Auði. Virkilega vel gert þarna. Og þá gerir Káa skiptingu. Lúsía kemur út af og inn á kemur hún Sóldís Júlía. Það beint í uppgjöf. Það er að spreita sig hérna í afturlínunni allavega hjá Káa. Og hún er aðeins óheppin með uppgjöfuna. Þá gerir afturhelding líka
skiptingu og Sunneva kemur inn á í staðinn fyrir Ísabellu og það er eins með hana, hún fer beint í uppgjöf. Og það er eins hjá henni, uppgjöfin fer beint í netið og þau skipta aftur tilbaka hjá afturrætingu. Ísabella kemur aftur inn á. Og Auður Pétursdóttir fer í uppgjöf. Rut tekur á mótið þarna og Michelle slær svo á blokkinni og út. Já, það var kröftugt smass. Fór hérna ofalega í blokkina og út af vellinum. Þá er það Daníela sem gefur upp fyrir afturhaldingu. Og Pála tekur á móti, þá kemur boltinn á Júlíu og hún slær beint í gólfið. Ekkert hægt að gera við þessu. Frábært smass hjá Júlíu. Hún er búin að spila mjög vel hérna í þessari fyrstu hrinnu, góð með 8 stig. Og þá er það Amelía sem fer í uppgjöf. Það er svo neðarlega þessi bolti. Þetta er alveg nýjaft, staðan er orðin 20-20. Sumir segja að blagleikur byrja ekki fyrir að annar liði kemst upp í 20, þannig að það er núna. Michelle með fítbolta og fínbolta og þarna Júlía heldur áfram. Gjörsamlega óstöðvandi í þessari fyrstu hrinnu. Lætur þetta líta út fyrir að vera ótrúlega einfalt, sem að það er bara alls ekki. En hún fer þá í uppgjöf. Fít bolti og Tinna tekur á móti. Valdís kemur svo þarna á miðjunni og svo er það Júlía aftur línunni og þarna er smá misskilningur í gangi hjá Káa enn eina ferðina. Þetta þarf að leysa einhvern veginn. Það er óþarfið að það séu tveir í saman boltanum. Þá gerir afturhalding skiptingu og hún Velina kemur inn á í staðinn fyrir Valdísi. Fyrirliði afturhaldingar í dag, hún Velina. Og þeir beint í uppgjöf og þessi bolti er erfiður en Arnur gerir mjög vel og Pála slær svo og það er redda þessu einhvern veginn. Já, Júlía tekur svo boltan og hérna er það Pála aftur sem slær fast og Júlía gefur aftur upp á Pálu, hún laumar. Þá er það afturhalding og Júlía spilar hérna upp á Pálu og þetta var glæsilega gert. Þetta var mjög langt og hátt uppspil en Pála gerir hérna mjög vel að góðan boltanum í blokkina og í gólfið. Og kemur þá Káa yfir 22-21. Þá kemur Annika inn á í staðinn fyrir hana Lovísu. Hún á mjög öflugar uppgjafir. Og Annika, sjáum hvað gerist núna. Smá reikistjarna hérna á rittaraborðinu.
Já, það þarf að endurtaka þessa skiptingu þarna. Og núna sýnist mér að Annika geti komið inn á og farið í uppgjöf. Og þarna spjald sem að KA fær. Gott og vel. Rétt skal vera rétt. Annars það bara vitlaust. Og við höldum áfram hérna í einhverjum samskiptum við rittaraborðið. Ég held að það sé alveg að verða búið. Ég held að það hafi nú verið skipt leikmanni inn á og út af áður í Blackleg, en einhverjum vegna þá tekur þetta óvenlega langa tíma. Við getum líka gert þetta aftur ef þess þarf, en ég vona einhvern veginn að þetta sé að leysast. Tæknilegir örðuleikar vantarlega. Jæja, þá erum við klár. Annika tilbúin í uppgjöfuna. Og hún tókst ekki. Enda búin að bíða í nokkra mínútur eftir að fá að gefa upp hana. En þá kemur Lófís aftur inn á fyrir Arningu. Og þá það hún Steinun sem að gefur upp fyrir afturhaldingu. Pála tekur á móti og fær hann svo aftur, slær af blokkinni. Og fær hann svo enn eitt skiptið og þessi bolti inni. Vel gert þarna hjá Pálu. Og Pála fer þó í uppgjöf. Staðan árið 23-22 fyrir KA. Og Missel tekur á mótið þarna og svo það Tinna í blokkina. Vel gert hjá KA. Lofið sem kemur boltanum og svo það Júlía og aftur blokk. Nú það Ísabella með góða blokk hjá afturheldingu. Já, þær geta varist líka. Það svona líka á ögurstundu hérna í lok hreinunar. 23-23. Tinna gefur upp. Fín bolti, Arnum tekur á móti, vel gert. Og Pála í afturlínunni, slær og Rut verst þarna og Auður kemur honum ekki yfir. Ísabella var mætt þarna. Og eftir þetta þá tekur Matti og leikhlé. Ætlar aðeins að fara yfir málin hérna. Já, hörku spenna. Það vantar ekki. Við getum kannski rennt hérna yfir einhverja skemmtilega tölfræði. Stigaskorið, það sem að vera í þessari hreinu. Júlía búin að vera sjóðheitt með 9 stig. Pála komið með 6, Lovísa 3 og Auður Péturs með 2. Hjá afturheldingu það Steinun með 3, Michelle með 3, Ísabella með 2, Velína með 1 og Daniela komið með 1 stig. Svo það 10 mistök hjá KA sem að gera það verkum að afturhelding hérna bara í lykilstöðu til þess að klára þessa hreinu. Ég alveg viss það að það væri hægt að finna 1 eða 2 eða jafnvel 8 mistök sem að KA geti leiðrétt svo auðvitað, en svona blækið. Tinna í uppgjöf. Og Arnum tekur á móti og þá það Júlía sem slær og þessi bolti endar inni. Virkilega vel gert þarna hjá Júlíu. 10. stig í þessari hreinu, takk fyrir. Glæsilega gert. Það var það Sóldís sem að fer í uppgjöf, staðan 24-24. Fínn bolti hjá Sóldísi og svo það Michelle sem slær og góð blokk, já! Glæsileg blokk hérna hjá KA.
eru búin að vera virkilega öflugar í þessari fyrstu hrinu. Það er Auður með 3. stigið sitt og þá tekur Afturelding leikhlé. Spurning hvort að þetta sé vendipunkturinn í leiknum. Eða í þessari hrinu þar að segja. Þetta var mjög vel gert þarna hjá Auði. En eins og glöggir Blak áhugamenn vita þá þarf að vinna hrinuna með 2 stigum. Káa er búið að skora 25 stig en verða að komast í 26. Móti 24 stigum hjá Aftureldingu til þess að vinna hrinuna. Þannig að það er þá bara 1 stig í viðbót. Og Sóldís gerir sig klára til þess að gefa aftur upp. Fín uppgjöf hjá henni áðan og sjá hvað hann gerir núna. Þessi bolti er aðeins of lár, hitt hann ekki alveg nægilega vel hérna. Þá er staðan jöfn 25-25. Og Ísabella gefur upp. Hún var bara aðeins að hreinsa hugan. Gerir sig kláran. Næsta bolta. Arnum tekur þetta móti og það er Júlía sem fær erfiðan bolta þarna en kemur hann yfir. Svo er að Tinna úr afturlínunni. Arnrún reynir að verjast þarna, nær ekki alveg undir boltan. Og þetta er stig til Aftureldingar. Þannig að Ísabella aftur. Og Pála tekur á móti og fær svo boltan aftur, kemur honum yfir. Svo er það Valdís sem laumar en Arnrún sá við þessu. Júlía laumar boltanum út og þetta stig endar hjá Aftureldingu sem að tekur þá fyrstu hrinuna 27-25. Þetta voru svakalegar lokasóknir hérna í þessari hrinu. Virkilega spennandi leikur. Bæði lið að spila alveg hörku blak. En það var Afturelding sem að náði að skora hérna 3 stig í lokin. Eins og við sjáum hérna í dreifingunni, þetta er alveg bara nánast saumað saman hérna alveg frá við vorum í stöðunni 15-13, þá náði hvorugt liðið að slíta sig frá. Svo var það bara í lokin sem að Afturelding hafði þetta. Og hérna sjáum við síðan líka stigin hjá Káa. Júlía klárar hrinuna með 10 stig. Pála með 6, Lovísa með 3 og Auður líka með 3. Og hjá Aftureldingu þá sjáum við það hérna Steinunn með 3 stig, Michelle með 3, Ísabella með 2, Velina 1, Tinna 1, Daniela 1. En það var þetta hérna sem að gerði út af þessa hrinu. Káa með miklu fleiri smöss, Káa með fleiri blokkir, en þarna mistök mótherja 16 á móti 3. Það telur alveg rosalega. Afturelding klúraði fleiri uppgjöfum, en það fyrirgefðu Káa klúraði fleiri, já, þetta voru 5 stig úr klúruðum uppgjöfum, já, alveg rétt. Það er að hérna Káa klúraði 5 uppgjöfum og það var Afturelding sem klúraði bara 2 uppgjöfum. En nú þurfum við að sjá hvað það gera. Ég held að það séu nú örugglega ekki að fara að gera 16 mistök aftur í næstu hrinu. Það er gjörsamlega óhugsandi. Spurning hvort við sjáum einhverjar breytingar á liðunum eða hvort það verði bara keyrt á sumum leikmönnunum. Mér finnst nú líklegast að það verði svipað lið sem byrji hrinu 2 og byrjaði leikinn.
Já, þá flautar dómarinn leikinn aftur á. Og mér sýnist þetta vera nú sömu lið og byrjuðu leikinn sem að hefja hérna hreinu númer 2. Og það er Káa sem að byrja með boltan. Amelía fer í uppgjöf. Já, það er allt klárt og Amelía klár með boltan. Fín bolti, hérna góð móttaka hjá Rut. Og það er Michelle sem að lauma langt og Pála bergar þessu upp í loftið og þarna er Júlía sem að slæðir og er blokkuð. Pála kemur boltanum yfir. Michelle aftur af blokkinni og út. Já, það var hérna sterkar blokkir. En á endanum þá náði Michelle hérna góðan boltanum í fingunda á leikmönnum Káa og út. Og þá er það Daniela sem að gefur upp. Og Pála tekur á móti og svo er það Lovísa sem að slæðir hérna aðeins of langt. Flott spil hérna hjá Káa en hérna vantaði aðeins upp á að stýri boltanum meira niður. Það gefur bara næst. Og Daniela fyrir þessi klára. Arnrún tekur á móti, boltinn aðeins of langur og þetta er væntanlega mók, segir dómarinn. Já, ég held að mók eða tvíslag eða eitthvað álíka hefði verið álíka rétt þarna í þessu tilfelli. Þetta var allavega leikbrot eða hvað maður kallar það. Daniela heldur áfram á staðan, er 3-0 fyrir afturhaldningu. Þessi bolti er á langur og hann fer beint út af. Og þá er það Júlía sem að fer í uppgjöf. Daniela kemur boltan á Valdísi og fín vörn þarna hjá Júlíu. Lúcia slæðir svo af blokkinni. Pála nær þessum bolta ekki. Blokkstig til afturrætingar. Þarna sýndist mér að vera Valdís sem að teygði sig þarna hæst yfir blokkina. Og það var Michelle sem að fer í uppgjöf. Fín móttaka hjá Arnrúnu og Pála slæðir í blokk og niður. Sennilega hefur verið Tinna sem að náði þessari blokk. Erfitt að reyna að koma boltanum hérna yfir þegar uppspilið er svona nálægt blokkinni. Michelle heldur áfram í uppgjöf. Og Lúcia tekur hérna á móti og í smá vandræðum hérna. Og þetta er ás hjá Michelle. Þá gerir Káa skiptingu. Lúcia fer út af og Soldís kemur inn á. Og Michelle heldur áfram. Þarna Arnrún tekur á móti og Lovísa kemur boltanum yfir, Rut spilar svo upp, Tinna kemur með léttan bolta yfir og þá er það Lovísa aftur sem kemur boltanum hann yfir en Júlía og svo aftur línunni og hamrar boltan hérna beint í gólfið. Já, þegar það gengur erfiðlega að spila upp og uppspilið er svona nálægt netinu, þá er bara ágætis hugmynd að henda boltanum í afturlínuna. Þá allavega spila maður ekki upp og nálægt netinu og Júlía gerði mjög vel hérna.
Þá Lovísa klár í uppgjöf og Rut tekur á móti og Valdís laumar og Pála bjargar þessu og þarna dæmir dómarinn tvíslag. Það sennilega ekkert annað í stöðunni. Uppspilið þarna var svona svolítið snúið. Og Afturelding leiðir 7-2 og Valdís fer í uppgjöf. Pála tekur á móti og Sóldís spilar svo upp hérna aftarlega á völlinn og þá það Steinunn sem slær og þetta var vel gert. Þá tekur Matteo leikhlé, ætlar aðeins að fara yfir stöðuna. Þessi byrjun ekki alveg það sem við reiknuðum með. Hefur gengið erfiðlega að krysta út stig hérna í byrjun þessarar hrinnu. En ekkert við því að gera en að bara skoða þetta aðeins og fara yfir stöðuna. Já, leikhléið búið og leikurinn að fara að hefjast aftur. Og það áfram Valdís sem í uppgjöf. Liðin óbreytt. Og Pála tekur á móti þarna og fær boltan aftur og slær á blokkinni og þær ná ekki að bjarga þessu þarna í gólfinu. Fínt að koma út eftir leiklið og skora strax stig. Leysa þennan hnút, staðan orðin 3-8 fyrir Aftureldingu. Og þá það Pála sem gefur upp. Og Tinna tekur á móti þarna og fær boltan aftur. Slær þarna í blokkina eða á milli og í gólfið. Gott smass þarna hjá Tinnu en þá gerir KA breytingu. Auður fer út af og hún Þórhildur Lilja kemur inn á. Við hingrum aðeins á meðan að þessi skipting græðu. Já, hún klár sýnist mér og þá það Steinunn sem að gefa upp fyrir Aftureldingu. Og Pála tekur á móti og svo það Sóldís sem slær hérna á blokkinni og þær ná að bjarga þessu og Michelle slær boltan yfir. Júlía og Emilía og svo aftur Sóldís og hérna það Pála sem slær djúpt og svo það Tinna sem laumar og aftur gerist það sem að gerist líka í fyrstu hrinu að blokkin tekur laumuna en enga síður annar leikmaður hérna tilbúin í gólfinu en svona þetta. Steinunn heldur áfram að gefa upp. Staðan orðin 10-3 núna fyrir Aftureldingu. Stuttur bolti, fín móttaka hérna hjá Ardrúnu og Júlía laumar yfir og Daniel gerir það líka og líka Amelía og svo það Michelle. Hún reynir líka að lauma en það gengur ekki þannig að KA endar á að fá þetta stig. Ekki oft sem maður sér 4 laumur í röð eða tilraunir til þess að lauma en það svona að blakið óútreiknanlegt. Það Sóldís sem gefur upp fyrir KA. Fyrir bolti og Daniela kemur boltanum hérna Steinunni sem slær og Pála tekur á móti
Júlía laumar og þarna gerist nákvæmlega það sama og búið að gera tvisvarsinnum hjá KA allavega. Blokkinn setur fingurna í boltan á leiðinni niður þrátt fyrir það að þessi leikmaður þarna tilbúinn til að taka boltan. Sóldís heldur áfram að gefa upp. Þessi bolti aðeins of lágur og endar í netinu. Óheppin þarna hún Sóldís. En við höldum áfram, staðan 11-5 fyrir Aftureldingu. Það var að Tinna sem klár í að gefa upp. Hvít bolti, Arnrún kemur þessu upp og Pála spilar á Júlíu sem neglir boltan inn en dómarinn snýr við því sem línuvörðurinn dæmdi og segir að þessi bolti hafi farið út sem sennilega rétt hjá dómaranum með það sem ég sá hérna. Þá var þessi bolti á leið út. Tinna heldur áfram. Pála tekur á móti Amelía, kemur svo boltanum aftur á Pálu. Rut verst og hér það Michelle sem slær flott vörn þarna hjá Arnrúnu og svo það Júlía að sjálfsögðu sem reis þarna upp og neldi boltanum í gólfið og búinn að fá nóg af þessu og ákvað bara að taka málin í sínar hendur og gerði það glæsilega. Þetta gæti nú kveikt í húsinu hérna og kveikt í liðinu. Þórhildur gefur upp og slæm móttaka þarna hjá Aftureldingu og Michelle slær inn. Ég hélt að þessi bolti væri á leið út en hann lenti á línunni. Gengur erfiðlega hjá KA að tengja sama stig hérna en Ísabella gefur þá upp fyrir Aftureldingu. Júlía með fína móttöku og það Pála í afturlínunni og það hún Valdís sem laumar boltanum yfir. Og það þá staðan orðin 14-6 fyrir Aftureldingu og Ísabella heldur áfram. Pála tekur á móti og þarna það Júlía og hún slær. En það Valdís sem var mætt þarna og blokkaði þetta beint niður í gólfið. Já. Við höldum áfram, 15-6, Afturelding, Ísabella með boltan. Þessi bolti á langur og hann fer út. Núna þarf aðeins að fara, koma þessu niður í jörðina hérna og reyna að ná að skora nokkuð stig hérna. Amelía í uppgjöf. Þá kemur boltinn hérna frá Amelíu. Hún óheppin og boltinn endar í netinu. Það var Daniela sem gefur upp. Smá hérna misskilningur á boltunum sem hefur verið að nota. Já, þá var búið að leysa það. Já, þá búið að leysa þetta með boltana. Daniela klár og við höldum áfram.
Og þarna erfið móttaka hjá Pálu en Káa bjargar þessu yfir. Þá það Michelle sem slær af blokkinni, Arnur kemur þessu upp, Sóldís spilar svo á Pálu af blokkinni og hér það Júlía sem laumar glæsilega langt og djúpt inn á völlinn. Virkilega vel gert þetta hjá Júlíu. Þá það Júlía sem klár í uppgjöf og Lúcia kemur svo inn á fyrir Sóldísi í framlínunni. Staðan 16-8 fyrir Aftureldingu. Og fínn bolti hérna hjá Júlíu og Rut að berjast aðeins þarna í þessum og svo það Pála sem slæðir hérna á línu og Rut kemur engum vörnum við. Flott stig hérna sem Káa nælir sér í. Og þá það Júlía aftur. Og Rut misskilur eitthvað aðeins hérna flotið á boltanum. Ætlaði hérna að taka mótið með Einari, með annarri hendinni. Það kann ekki góðri lukku að stýra. Ás til hennar Júlíu, virkilega vel gert. Staðan 10-16. Og stuttur boltið hérna og Rut nær honum og svo það Michelle sem kemur boltanum ekki yfir. Vel gert hérna hjá Káa, nú erum við að tengja þessi stig saman. Komin 4 stig í röð hjá Káa og Afturelding tekur leikhlé. Góð rispa núna í Káa og þegar leit út eins og að það væri bara að fara að henda þessari hrínu frá sér og þá voru þeir aftur komnar inn í hrínuna. Staðan 16-11. Skulum kannski sjá hérna stigaskorið. Júlía kom með 16 stig, Pála kom með 8, Lovísa 3 og Auður líka 3. Og hjá Aftureldingu þá Michelle kom með 6 stig, Steinun 4, Tinna 4, Valdís 3 og Ísabella 2. Já, góður kafli núna hjá Káa. Þá bara að halda þessu áfram og dæla þessum stigum hérna inn. Já, Júlía klár. Sjáum hvað hann gerir núna. Fínn bolti, Tinna tekur á móti og það verður Steinun sem fer að blokkinni þarna og beint í Lúciu sem gat ekkert gert þarna, boltinn bara fór beint í hendurnar á henni. Þá staðan 17-11 og Michelle gefur upp. Og þarna tekur Lúcia á móti, vel gert og Lovísa að koma boltanum hérna yfir og svo það Valdís sem laumar, Arnur gerir vel hérna og svo það Pála, slær í blokk og út. Vel gert hjá Pálu. Og vel leyst þarna hjá Káa, þetta var hörku rimma þarna hjá báðum liðum en endaði með góðu stigi hjá Pálu. Já, hann hefði verið að fara aðeins yfir
Yfir skiptingarnar hjá Káa. Þetta þarf allt saman að vera upp á staf rétt. Lovísa gefur upp. Rut tekur þarna á móti og síðan það Tinna sem laumar og Amelía kemur boltanum upp. Lovísa spilar upp á Pálu og á blokkinni. Lovísa spilar aftur upp og aftur á Pálu. Síðan slæðir djúpt og góð vörn þarna hjá Daníelu. Rut og Tinna slæðir út. Og gott stig hérna hjá Káa. Gáfust ekki upp, héldu áfram. Þetta ætti að gefa þeim smá kraft. Núna staðan 13-17. Þar að nálgast afturrætingu. Og Lovísa kemur aftur með uppgjöf. Bolti, Rut tekur á móti. Og Valdís laumar og það komið yfir. Þórhildur gerir þetta vel. Og Daníela aftur Valdís og þessi endar í gólfinu. Fínt smass þarna hjá Valdísi. Lítið þetta gerir þessu. Það gerir afturrætting breytingu. Og Vilhelmína kemur inn á í staðinn fyrir Valdísi. Eins og í hreinu 1. Og fer rakleiðis í uppgjöf. Þessi bolti bara út af. Það ekkert flóknara heldur en það. Og Vilhelmína sest aftur á bekkinn. Og Valdís kemur inn. Það var Pála sem gefur upp. Hvít bolti og Michelle nær honum og svo það Steinum sem sker boltinn inn á völlinn. Arnrún spilar upp á Pálu. Djúpt slag frá henni og þarna smá misskilningur. Þessi bolti fór aðeins og nálægt netinu. Erfitt þegar uppspilarinn í afturlínunni að boltinn komið svona nálægt netinu. Það svo langt að fara stundum inn á vellinum. Þá getur verið gott að fá hjálp frá hinum leikmönnunum. En Pála heldur áfram 15-18 fyrir afturrætingu. Hvít bolti, Michelle kemur honum aðeins og löngum. Þórhildur kemur honum yfir. Pála og svo það Lúcia sem slær og virkilega vel gert þarna hjá Lúciu. Frábært smass. Þetta miklu líkara því sem við eigum að sjá frá Káa. Og afturræting tekur þá leikhlé í stöðinni 16-18. Aftur góður kafli hérna hjá Káa. Og þær eru komnar inn í leikinn. Það verður held ég fróðlegt að sjá á eftir þróunin á stigunum í þessari hrinu. Ég held að það hefur verið ansi mikið sem stór munur sem var komin áðan. En hérna sjáum við stig úr smössum. Júlía kom með 10 stig þar, Pála 9, Steinunum með 5 og Michelle 4. Það búin að spila báða mjög vel, Pála og Júlía. Og það eru bara 12 smösti frá afturrætingu en 21 hjá Káa. Ég fór svo sem ágætlega yfir það eftir fyrstu hrinu hvaðan stigin voru að koma hjá Káa, eða hjá. En við höldum áfram, Pála gefur upp. Michelle tekur á móti og svo það Tinna sem slær af blokkinni og í gólfið. Amelía var mætt þarna í blokkina en náði ekki að koma þessum bolta yfir netið. Þá gerir Káa skiptingu og Þórhildur fer út af og Auður Pétursdóttir kemur inn á. Sýnist að þessi skipting hafi verið framkvæmt fullkomlega, þannig að við getum bara haldið áfram. Steinun gefur upp fyrir afturrætingu. Fín móttaka hjá Pálu, fær boltan aftur og slæðir hérna djúpt og á blokkinni. Vel gert hjá Pálu. Ég held að það hafi allir vitað hvað var að fara að gera þarna en það var enginn sem gat stöðvað það. Flott stig hérna hjá Pálu.
Þá fer þá Lúcia í uppgjör. Hvít bolti, Michelle tekur á móti þarna og svo það Tinna sem slær og þarna dæmt net á Káa. Þessi bolti hefði nú korterið held ég endað í gólfinu. Amelía þarna eins og opinn, fór í netið. Staðan þá 20-17 fyrir Aftureldingu og Tinna gefur upp. Og af netinu og Pála bergar þessu og svo það Júlía sem slær af blokkinni og boltinn fer yfir. Fær boltan aftur, slær ekki í blokkina í þetta skipti, heldur í gólfið. Frábærlega gert þarna hjá Júlíu. Það þurfa ekkert stoppa sig þó hann sé blokkuð í fyrra skiptið, hún slær bara aftur. Og það skilaði stíi. 18-20 fyrir Aftureldingu, Auður gefur upp. Og Rut tekur hérna móti aðeins of nálægt netinu en þá það Júlía aftur sem að lauma langt, Steinum sér við þessu. Daníela kemur boltanum yfir en Rut spilar svo upp hérna á Michelle sem að reynir að lauma en það gengur ekki í þetta skipti. Hún er verið aðeins óheppin hún Michelle með þessar laumur. Sumir segja bara slá. En sjáum til, Auður aftur í uppgjöf hérna fínn bolti og Rut nær ekki að verðast þessu. Þetta er ás fyrir Auði. Og jafna leikinn 20-20. Frábærlega gert þarna hjá Auði. Hún heldur áfram. Gefur upp. Þarna Tinna sem tekur á móti og Michelle slær og Auður verst og þessi boltar inni, já. Og svo það Michelle aftur, hún laumar og Pála kemur svo boltanum upp og þarna það Júlía sem slær í blokkina og niður. Frábærlega gert þarna hjá Júlíu. 21-20 fyrir Káa. Og þá gerir Afturelding-skiptingu og Sunneva kemur inn á fyrir Steinunni. Auður heldur áfram. Góður bolti, Rut nær þessu og Michelle slær svo af blokkinni. Lúcia með þetta allt saman á hreinu. Júlía aftur og virkilega gott smass en það bjargaði þessu. Og þetta Michelle sem slær boltan yfir. Síðan Júlía aftur, hún laumar. Sunneva tekur við boltanum og það dæmt net á Aftureldingu sýnist mér eða einhvers konar leik brot að minnsta kosti. Þannig að stigið enda Káa megin 22-20. Frábær kafli hérna hjá Káa. 5. stigið sem að Káa skorar í röð. Frábærlega gert. Og Auður heldur áfram í uppgjöf. Fínir boltar hjá henni, Rut tekur á móti þessum. Þá það Michelle og hún slær út. Þessi bolti fór út, syndist mér alveg örugglega, já. 23-20 fyrir Káa. Virkilega góður kafli núna hjá Káa. Og Auður heldur áfram með fín uppgjafir, já, vel gert. Rut tekur á móti þessu. Afturlínusmass frá Tinnu, Lúcia verst og Amelía kemur boltanum upp og Lúcia þarna óheppin og kemur boltanum ekki yfir. Kemur þá staðan orðin 21-23 fyrir Káa og Ísabella í uppgjöf fyrir Aftureldingu. Og þarna Pála tekur á móti og það Júlía sem slær og þessi endar í gólfinu. Glæsilega gert.
Ég veit ekki alveg hvernig hún fer að þessu, en þetta er bara, virðist vera allt svo einfalt. Glæsilegt smass hjá henni. Enn eitt smass í það Káa. 24-21 og Amelia í uppgjöf. Tinna tekur á móti og svo er það Michelle sem slær af blokkinni. Lucia kemur honum á Amelie og svo er það Pála og af blokkinni og í gólfið. Og Káa tekur hrinu númer 2, 25-21 með alveg frábærum lokakafla. Ég veit ekki alveg hvaða lið það var sem byrjaði þennan leikinn, en ég get sagt ykkur að það var Káa sem endaði þessa hrinu með frábærum endaspretti. Hérna sjáum við þetta svart á hvítu, það sem ég var að tala um, hvernig Afturelding var yfir nánast allan tíman. Svo var það bara hérna í lokinn sem að Káa skaust á undan og endaði hrinuna á 7-8 stigum í röð, ef ég er ekki að telja vitlaust. Eða það er að segja 8 stigum á móti einu, já, einhvern veginn svoleiðis, en virkilega vel gert. Við verðum líka hérna yfir stiginn hjá Káa. Júlía hélt bara áfram, skoraði 10 stig í fyrstu hrinu og svo 9 í næstu. Pála komið með 12 stig, skoraði 6 stig í þessari hrinu líka. Auður og Lovísa og Lucia líka hérna á stigaspjaldinu. Og svo getum við séð hérna næst stiginn sem hvernig það hafa dreifst hérna hjá Aftureldingu. Michelle Traini komið með 6 stig og Steinunn 5, Tinna 5 og Valdís með 4. Það er með færri stig. En við kannski sjáum hérna líka tölfræðina fyrir hrinuna. Það er Káa sem að leiðir ennþá í smössunum, 12-7, 3 ásar í hrinunni hjá Káa. Og þarna sjáum við mistök mótherja, 8-8. Þetta er miklu eðlilegra heldur en í hrinu 1. þar sem að mistökin voru 16 hjá Káa og 3 að minnir hjá Aftureldingu. Og fórust það var mest 9 stig, 16-7 fyrir Aftureldingu. Þannig að þetta snerist aldeilis, já, í 25-21. Nú getið þið bara reiknað í huganum, hvað er þetta? 5 stig hjá Aftureldingu og 18 hjá Káa, eða hvað? Eitthvað í þáttina. Allavega, flottur endir á þessari hrinu sem að var heldur betur skrautleg. Það er allavega hægt að nýta margt úr þessari hrinu til þess að byggja á fyrir þriðju hrinuna. Og hérna sjáum við svo leikinn í heild í hérna og tölfræðina. Káa er ennþá með mikið fleiri smöss, 26-13. Og mistökin eru nú ennþá svolítið hérna skökk þarna. Það reyndar vel gert hjá Aftureldingu að hafa ekki gert fleiri mistök heldur en 11 í þessum 2 hrinum, en þetta er það sem það þarf að gera til þess að ná að skora stig hérna í Káa heimilinu, lágmarka mistökin og vonast til þess að ná í einhver úrslit. En mér sýnist að leikmennir séu gera sér klára í að hefja hérna hrinu númer 3. Frábær leikur búinn að vera hérna. Búinn að sjá hérna alls konar tilþrif og líka hluti sem að gerast kannski ekki oft inn á blagvellinum. En ég sýnist að við séum með sömu lið og byrjuðu hrinu 1 og byrjuðu hrinu 2. Það er Afturelding sem byrjar með boltan og Daniela byrjar í uppgjöf. Og mér sýnist bara allt vera klárt. Og já, Daniela byrjar í uppgjöf. Föst uppgjöf frá henni, góð móttaka hjá Pálu og Júlía slær í Valdísi og hún blokkar beint í gólfið. Sterk byrjun hann hjá Valdísi.
Daniela heldur áfram. Og þessi bolti er aðeins og langur og Pála náði hann að bjarga sér frá því að snerta boltan og stigið endar KH megin. Þá er það Amelía sem að gerir sig klára til að gefa upp. Þessi bolti endaði í netinu hjá KH og stigið endar hjá Aftureldingu. Það var að Michelle sem að gefur upp og byrjuð þarna einhver misskilningur hjá KH. Það er Arnrún og Pála viku báðir í burtu frá boltanum og hann endaði bara í gólfinu. Þetta er þá Ás hjá henni Michelle og hún heldur áfram. Pála tekur á móti þarna og Júlía fær boltan, slær í blokkina og Amelía bergar þessu. Fær boltan aftur og aftur í blokkina og núna endar stigið Aftureldingar megin. Gott og vel. Ekkert í þessu að gera. Arnrún tekur á móti og svo er það hérna Júlía sem að lauma boltanum langt en Rut reddar þessu. Og svo er það Steinun, Júlía nær að vera þessu, Pála slær djúpt þarna og þessi er svolítið nálægt netinu en það redda þessu. Og Tinna laumar yfir og Lúcia kemur boltanum á Arnrúnu sem að kemur honum yfir. Nú þurfum við aðeins að taka okkur saman hérna, lauma, Arnrún gerir mjög vel hérna. Og svo er það Júlía sem slær en Steinun verst. Tinna slær djúpt og þessi bolti er inni. Já, hörku rispa þarna hjá báðum liðum sem að endaði með því að stigið endar Aftureldingar megin. Michelle kemur boltanum þarna yfir, erfið móttaka hjá Arnrúnu og Arnrún kemur hún svo yfir. Síðan er það Steinun sem fær boltan aðeins og nálægt netinu, það bergaði þessu og Michelle slær yfir Arnrún, Amelía og lauma frá Júlíu sem að fer út af. Já, erfið byrjun hérna hjá KH eins og í hreinu númer 2. Sjáum hvað gerist núna, Michelle heldur áfram og þessi bolti fer af strengnum og Pála kemur með fínt smass, Daniela og svo Tinna slær. Vel gert þarna hjá Tinnu, fínt smass. En þá er það Matteo sem að tekur leikhlé. Já, gengur erfiðlega hjá KH. Það er eða góð rispa hjá Aftureldingu. Fyrir eftir í hvernig þú spyrð. En ágætt að taka bara eitt leikhlé núna og róa aðeins taugarnar og sjá til hvort það sé ekki hægt að stoppa þetta með einhverju móti. Þá eru þjálfarnir búin að fara yfir málið með leikmönnunum og Michelle heldur áfram í uppgjöf. Pála tekur á móti og fær svo boltan aftur, slær hérna akkurat á milli tveggja leikmanna hjá Aftureldingu. Mjög vel gert þarna hjá Pálu. Gott smass, enn eitt smassstíð hjá KH. Þá er það Júlía sem að gefur upp. Fínn bolti og fín móttaka og Valdís kemur svo slær hérna út. Fín sókn hérna hjá Aftureldingu en
Valdís slær hérna aðeins svo langt. Júlía heldur áfram í uppgjöf. Staðan 3-7 fyrir Aftureldingu. Fínn bolti og erfið móttaka hérna hjá Aftureldingu. Þau koma boltanum svo yfir. Síðan er það Pála sem slær í antennuna, sýnist mér. Þarna var boltinn kannski aðeins of nálægt netinu þegar að hún sló boltan, en það var það Valdís sem gefur upp. Og Júlía tekur á móti og svo er það Pála sem slær hérna djúpt og virkilega gott smass hérna hjá Pálu. Þarna þekkjum við hana, þetta gerur hún svo virkilega vel. Hægra megin á vellinum, sker boltan til vinstri og inn í stöðu 1. Það er það Lovísa sem að gefur upp fyrir Káa. Og Michelle nær ekki að taka á móti þessum bolta og þetta er ás hjá Lovísu. Frábær uppgjöf hérna hjá henni. Sjáum hvað hann gerir núna. Rut tekur á móti og svo er það Tinna sem að laumar og Amelia reddar þessu. Svo Lucia slær og Rut verst. Og svo Michelle laumar hérna djúpt. Og Auður spilar svo hátt upp hérna á Pálu. Slær af strengunum og Rut gerir þetta vel. Síðan er það Tinna sem slær hérna, en þessi bolti er úti. Já, sýnist mér að Messi búnir að sætta sig við hérna. Já, mér sýndist allavega það sem að ég stend akkurat núna, að þessi bolti hefði farið út. Og staðan 8-6 fyrir Aftureldingu og Lovísa heldur áfram í uppgjöf. Fínn bolti og Rut á í smá erfiðleikum með að taka á móti þessu. Tinna slær, fín vörn hjá Lovísu. Og svo er það Lucia sem laumar. Þessi bolti fór ekki í blokkina, heldur bara beint út. Já. Held að þetta sé réttur dómur. Það var erfitt að sjá þetta hérna, þetta gerist frekar hratt. Steinunn fer svo að gefa upp fyrir Aftureldingu. Arnún tekur á móti, Júlía spila boltanum upp á Pálu, kemur honum yfir, en hann er aðeins of langur. Ekkert mál, halda áfram. Reyna að ná góðri sókn næst. Það var að Steinunn fyrir Aftureldingu. Arnún tekur á móti, svo er það Pála sem slær í blokkina og niður. Stig til Káa. Þarna var blokkin ekki alveg nægilega rétt stillt af hjá Aftureldingu. Pála nýtti sér það. Fínt stig hann hjá Pálu. Og hún fer svo beint í uppgjöf. 10-7 fyrir Aftureldingu. Og hérna er góð uppgjöf hjá Pálu og þær ná ekki að taka á móti þessu. Ás hjá Pálu. Glæsilega gert þarna hjá Pálu. Sjáum hvað hann gerir núna. Fínn bolti, Michelle tekur á móti og svo er það Ísabella sem að
ætlar að lauma þarna í hornið í stöðu númer 4. Það hefnaðist ekki. En lauman sem að mislukast á afturöldingu. Páli heldur áfram staðinn 10-9 núna fyrir afturöldingu. Góður bolti þarna, Tinna tekur á móti, hann verður aðeins og langt og þarna er Lúcia óheppin. En já, allt í góðu lagi hérna á hann. Arnrún var hérna fyrir örlitlu hnjaski. En harkar þetta af sér. Tinna gefur þá upp fyrir afturöldingu. Boltinn af strengnum og í gólfið. Þetta er ás. Staðan orðin 12-9 núna fyrir afturöldingu. Tinna kemur þá með boltan aftur. Og Pála tekur á móti, Júlía spilar hann upp á Lúciu og Michelle verst þarna. Þarna kemur stæður hún djúpt inn á völlinu, hún Michelle, og svo er það Lúcia aftur á blokkinni og bjargaði þessu núna og svo fara boltan aftur og aftur á blokkinni. Þarna var það Daniela, sýnist mér, miðað við fagnaðarlætin sem að náði að blokka þennan bolta. Eftir ágætiskafla á hann hjá KA þá er afturölding aftur búið að taka forystuna. Tinna gerir sig klára hérna. Bolti og góð móttaka hjá Pálu. Fær svo boltan aftur og laumar honum yfir. Og þá var það Michelle sem að slær, fín vörn hjá Arnrúnu. Júlía kemur með boltan, Steinun verst þarna. Svo var það Michelle aftur á blokkinni og út. Já, Michelle er búin að gera þetta nokkur sinnum í leiknum áður, slá í blokkina og út. Tinna gefur upp aftur. Og erfitt svif hérna á boltanum og Arnrún nær að berga þessu. Svo er það Júlía sem kemur honum yfir. Og Michelle fær hann aftur, slær djúpt og þessi bolti er inni. Vel slegið þarna hjá Michelle og Matteo ákveður þá að það sé ekkert annað í stöðunni heldur en að taka leikhlé. Aðeins að fara yfir stöðuna. Þetta er fljótt að breytast, nú er staðan 15-9 fyrir afturöldingu. Mér sýnist að afturölding sé búið að skora 5 stig núna í röð. Þá erum við klár í að hefja leik aftur. Tinna klár í uppgjör. Og Pála tekur á móti boltanum þarna og svo er það Júlía úr afturlínunni, laumar, Steinun nær að berga þessu. Hérna er það svo Auður og Amelia og Lúcia. Þetta er net, já. Það fór ekkert á milli mála þarna. Hérna varu þar aðeins og ákafar í blokkinni hjá afturöldingu og rakust í netið. Og þá er það Lúcia sem að gefur upp fyrir KA.
Og glæsileg uppgjöf þarna hjá Lúsíu. Ás hjá henni. Glæsilega gert. Breytir stöðunni í 15-11 fyrir Aftureldingu. Nú skulum við sjá hvort þessi hægt að halda þessi eitthvað áfram. Þessi bolti er aðeins of langur hjá Lúsíu. Rut tók sér smá stund í að hugsa hvort hún ætti að taka boltan en lét hann fara og það reyndist vera rétt í þetta skiptið. Káa gerir á breytingu og hún Sóldís kemur inn á. Lúsía fyrir á bekkinn. Isabella er svo klár núna í uppgjöf. Já, og Arnún Verst þarna tekur á móti og svo er það að sjálfsögðu Júlía sem að slær beint í gólfið hjá Aftureldingu. Spurning hvort þetta var fyrsta stig í hennar í þessari hrinu. Hún er búin að vera halda sér til hlés framan af. En vonandi getur hún bætti nokkuð með viðbót. Það var Auður í uppgjöf. Þessi bolti er inni á, það er takamóti og Daníela kemur honum yfir. Svo er það Júlía aftur sem slær að sjálfsögðu. Frábært stig hérna í Júlíu. Hún virðist geta stýrt þessum bolta bara það sem hún vill inn á völlinn. Og Auður heldur áfram, fínn aðeins og stuttur bolti hérna hjá henni. En ágætis sérispar núna í HKA, gerði svipað áðan þegar í hrínu 2 þegar Auður var í uppgjöf. Þá var það Daníela sem að gefa upp fyrir Aftureldingu, staðan 17-13 fyrir Aftureldingu. Og Arnún tekur á móti, erfiðu bolti þarna og Júlía ýtir honum yfir. Svo er það Tinna úr afturlínunni og Pála nær ekki að bjarga þessu. Átján 13 fyrir Aftureldingu. Og þá er það Daníela sem gefur upp. Og Pála á hérna í smá erfiðleikum með að taka á móti þessum bolta. Og þetta endar sem ás hjá Daníelu. Já, þetta gengur brösulega núna hjá KA. Og að samanskapi vel hjá Aftureldingu. Daníela heldur áfram. Erfiði boltar, Arnún gerir vel hérna. Og svo er það Júlía í blokkina og það er Valdís sem að stoppar Júlíu þarna. Búin að gera vel í þessari hrinu, hún Valdís að blokka Júlíu. Þá er Afturelding komin í þessi markfrægu 20 stig, staðan orðin 20-13. Og þarna tekur Júlíu á móti, síðan er það Pála úr afturlínunni, fín vörn hjá Rut. Michelle slæðir svo, Sóldís Verst og Amelia kemur honum upp á Júlíu. Og þetta er glæsilega gert, slæðir hérna djúpt í hornið. Gott stig hérna hjá KA, þetta hafa alltaf fyrir þessu. Það var Amelia sem að gefur upp. Og Rut tekur á móti þarna, svo er það Steinun, þessi bolti er aðeins á nálægt netinu og þetta er stig til KA. Staðan er 20-15 skyndilega. Amelia heldur áfram að gefa upp. Rut tekur á móti og svo er það Valdís sem er að lauma, góð blokk hjá KA. Michelle slæðir svo yfir, Arnún nær þessu. Svo er það Júlía sem slæðir aftur á nákvæmlega sama stað og áðan í hornið. Og skorar flott stig hjá KA.
Þá tekur Afturelding leikhlé eftir fína skorpu hérna hjá Káa og staðan 20-16. Liðin svona skiptast á að taka nokkur stig og svo endar þetta þannig einhvern veginn að vera fyrir henni búinn að annar liðið stendur upp sem með fyrir stig. En þetta er mjög jafnt og mjög spennandi. Hún virkar eins og sem meiri kraftur í Káa-liðinu og heldur en Aftureldingu. Sjáum hvað að gera núna. Amelía er klár. Rauð tekur á móti, erfið bolti þarna. Daniela sendir hann upp og Valdís slær þarna. Laumar boltanum segi ég langt inn á völlinn. Þar var engin leikmaður Káa. Það var mjög klókt þarna hjá Valdísi. Þá erum við sjálf komin í uppgjöf fyrir Aftureldingu. Pála tekur á móti, svo er það Júlía sem slær úr afturlínunni. Fín vörn hjá Danielu. Svo Steinun og Amelía með góða vörn líka. Pála kemur boltanum bara yfir. Svo kemur þá Tinna og góð blokk hjá Káa. Og nú sjáum við að það er Pála sem að laumar boltanum á mitt gólfið. Þetta var virkilega vel leyst hjá Káa. Það var ekki margir möguleikar í stöðunni. En Pála valdi akkurat þann valmöguleika sem var bestur. Þá gerir Káa skiptingu. Lúsa kemur aftur inn á og Sóldís fer á bekkinn. Þá er Júlía komin í uppgjöf. Sjáum hvað gerist núna. Fýtt bolti, Tinna tekur á móti og svo er það Steinun og Arnrún verst vel hérna. Júlía spilar svo upp á Pálu og þarna er það Daniela sem að verst og það er ná að berga þessu. Svo er það Pála sem slær aftur og í blokkina og enn og aftur er það Valdís með góða blokk, 9. stig hennar í leiknum. Skoraði ekkert í fyrstu hrinunni en komið með svo 4 í annarri hrinu og 5 í þessari hrinu. Og fer svo á bekkinn og Velína kemur inn fyrir Aftureldingu í uppgjöf. Og Arnrún með góða móttöku þarna. Og Lúcia slær þarna, flottan kross. Vel gert, Velína kom engum vörnum við þarna. Fínt að stoppa þetta strax. Þá gerir Káa skiptingu. Annika kemur inn á í staðinn fyrir Lovísu. Skulum gera þetta rétt núna, já. Nú fer Annika í uppgjöf, þarf vonandi ekki að bíða í 12 mínútur eins og áðan þegar skiptingin var framkvæmd vitlaust. Mér sýnist að dómarinn kinki hérna kolli og allt sé að vera klárt. Þá er það Annika sem að gefur upp og það tekst samt ekki alveg strax. Það þarf eitthvað að skoða í tölvunni. Þetta er með algjörum ólíkindum. En Annika er með stáltaugar þannig að þetta hefur engin áhrif á hana. Spurning hvort við þurfum að framkvæma þessa skiptingu aftur eins og áðan. Ég vona ekki. Við bara bíðum róleg.
Og það er nú að sjá. Mér sýnist að það sé allt klárt. Annika klár í uppgjöfina. Hvít bolti, Michelle tekur á móti þarna erfiði bolti og það er komið þessu yfir. Svo er það Pála sem slæðir þarna, góð vörn hjá Daníelu. Tinna slæðir svo þarna en þarna er dæmt net á Káa. Já, voru óhefnar þarna í blokkinni. Og Káa skiptir svo aftur lofið sín á. Þetta var óheppilegt, staðan þá 23-18 fyrir afturreldingu. Steinunn gefur upp. Og hún skorar ás. Hvorki meira en minna. Nælir þarna í 24. stigið hjá afturreldingu. Þá er þetta brekka fyrir Káa. Annika, nei, fyrirgefið Steinunn gefur upp. Og Pála kemur þessu upp og Lúcia, fín vörn hjá Rut. Og svo laumar Tinna og Lúcia kemur þessu yfir og svo er það Tinna aftur sem að laumar. En þarna tekst lauman hjá Tinnu. Og afturrelding skorar þarna 25. stigið og tekur þessa hreinu 25-18. Ná þarna góðum sprett í lokin, skora síðustu 3 stigin. En við skulum kannski renna hérna yfir nokkur atriði sem við úr þessari hreinu. Hérna sjáum við hvernig stigin þróuðust hérna í hrinunni. Afturrelding tók bara forystuna og sleppti henni aldrei og endaði á að sigra 25-18. Svo sjáum við hérna stigin í leiknum. Það er Júlía sem er með flest stig, 23, Pála er með 18, Lovísa með 4, Auður með 4 og Lúcia komið með 3 stig. Og hjá afturreldingu að þá er það Tinna sem er komið með 10 stig, skoraði 5 stig í þessari hreinu og Valdís komið með 9 stig, hún skoraði líka 5 stig í þessari hreinu. Michelle með 9, Steinunn 6, Daníela 2, Isabel að 2 og Velína Apostolova með 1 stig. Og hérna sjáum við svo tölfræðina úr hreinunni. Káa ennþá með fleiri smöss, 8-5 og 3 ásar á móti 4. Blokkirna voru fleiri hjá afturreldingu, þær fengu 5 blokkstig og Káa 1. Og aftur þarna skiptist aðeins mistök mótherja. Afturrelding fær 9 stig í þessari hreinu úr mistökum hjá Káa. En Káa bara 5. Og þar voru 3 uppgjafir sem að mistókust hjá Káa. Og já, svo sem ekkert mikið meira það að segja. Og hérna sjáum við svo leikinn í heild sinni. Það sem er kannski áhugaverðast er þetta með mistök mótherja. Það er ennþá 33 á móti 16 og smössin miklu fleiri hjá Káa heldur en afturreldingu. En það skiptir vist engu máli hvernig þessi stig koma, bara þau komi. Hvort þau komi úr smassi eða blokk eða úr laumu, það skiptir engu máli. En nú eru liðin klár til þess að hefja hreinu númer 4. Og eins og í hinum hrinunum að þá er þetta sömu liðin sem að byrja leikinn.
Það er Káa sem að byrja með boltan og það er Lúcia sem að byrjar í uppgjöf. Fýtt bolti hérna hjá Lúciu og Rut tekur á móti og Valdís fær boltan, góð blokk hjá Júlíu. Og svo er það Michelle sem að laumar og Júlía slær svo af blokkinni og Tinna kemur boltanum á Michelle sem að laumar hann yfir, Auður bjargar og svo er það Júlía aftur sem slær af blokkinni og vel gert. Flott sókn þarna hjá Káa. Og Lúcia heldur áfram. Rut tekur hérna á móti og svo Valdís aftur með gott smass en vel góð vörn þarna hjá Lúciu. Og Daniel kemur boltanum aftur á Valdísi sem laumar. Og núna er það Pála sem slær, vel gert og góð vörn hjá Rut en þarna bjargar Júlía og fær boltan aftur og slær í blokkina og það er enn eitt blokkstíð hjá Valdísi. Hún er búin að vera virkilega drjúg í þessu í kvöld. Þá er það Daniela sem að fer í uppgjöf fyrir afturhendingu. Pála með erfiða móttöku þarna. Þetta endar í stigi hjá afturhendingu. Ás. Þá er það Daniel aftur. Arnrún tekur á móti og svo Júlía á blokkinni og vel gert, skorur hérna gott stig. Já, fín byrjun hjá Júlíu þessari hreinu. Þá er það Auður sem að fer í uppgjöf. Það er einhver smá hérna. Já, gengur svo erfiðlega að halda upp í dampi í leiknum. En já, allt klárt sýnist mér og Auður er tilbúin í uppgjöf. Tippbolti og Daniela kemur þessu of nálægt netinu. Michelle spilar upp á steinunni. Vel gert hjá Lúciu þarna og svo er það Pála sem slær og þessi bolti er inni. Það var línuvörðurinn hérna afturhendingamegin sem að náði ekki alveg að dæma hvort að boltinn var inni eða úti, þannig að dómarinn dæmdi þetta bara sjálfur og stig til Káa. Auður heldur áfram í uppgjöf. Tinna tekur á móti þarna erfið móttaka. Svo er það Júlía sem að lauma boltanum yfir. Sýnist mér frábærlega gert. Góð byrjun hérna hjá Káa til tilbreytingar. Það er að byrja þessar hreinur allavega 2 og 3 illa. Og Auður heldur áfram. Michelle tekur á móti þarna og svo er það Valdís sem að slær háan bolta þarna í endan á vellinum. Já, þetta heppnaðist bara býsna vel hjá henni.
Það var Michelle sem að gefur upp fyrir afturöldingu. Arnum tekur á móti og svo það Pála sem að slær. Fín vörn þarna hjá Rut. Tinna laumar en Pála sér við þessu. Og Júlía slær svo djúpt en Daniel verst. Tinna slær svo aftur en þarna nær Lucia ekki að bjarga boltanum. Hún var komin í gólfið. Óheppin þarna en þetta endar í stigi hjá afturöldingu. Já, smá miskilningur hérna á boltanum sem eru í umferð á vellinum og það búið að laga það. Já, þetta var áhugavert, einhver smá miskilningur með boltana þarna en búið að laga það og þá Michelle klár og Arnum tekur á móti, svo það Júlía og hún slær af blokkinni og það bjargar þessu og aftur af blokkinni og svo það Arnum sem spilar hérna upp og Júlía með flott smass og svo það Tinna sem kemur honum yfir hérna. Amelia, svo aftur Júlía, sendir hann langan inn á völlinn hérna. Valdís spilar upp á Tinnu. Góð vörn hjá Luciu. Amelia laumar. Svo það Rut sem kemur boltanum á steinunni. Fín vörn þarna hjá Ameliu. Og svo það Júlía. Og þessi fer af vörninni og út af. Gott stig hérna hjá Káa. Börðust vel hérna bæði lið en þetta endaði með því að Káa fékk stigið. Þá var það Amelia sem fer í uppgjöf fyrir Káa. Hún má taka hjá Tinnu þarna og svo Valdís sem neglir þessum bolta í gólfið. Flott spil hérna á milli Danielu og Valdísar. Og í þetta skiptið sló Valdís ekki út, heldur bara fínt í gólfið. Vel gert. Staðan 5-5. Spennandi fyrstu mínúturnar hérna á þessari hrinu. Valdís gefur upp. Arnún með góða móttöku. Svo það Pála sem slær hérna djúpt og það koma engum vörnum við hérna í afturlínunni hjá Aftureldingu. Frábært smass hérna hjá Pálu. Og þá það Júlía sem gerir sig klára í að gefa upp fyrir Káa. Og Michelle nær að taka móti þessu, svo það Tinna af blokkinni og vel gert hjá Káa. Sýndist að vera Valdís þarna sem Lovísa fyrirgefur sem náði þarna góðu blokkstígi. Kemur Káa í 7-5. Og Júlía heldur áfram, stutt uppgjöf, Rut nær þessu og svo það Steinun sem slær, fín vörn hjá Arnrúnu og Pála kemur boltanum yfir, Rut verst, svo það Tinna sem slær djúpt og Júlía með góða vörn fær boltan aftur og slær en Rut verst virkilega vel en þessi bolti fer hins vegar yfir og út af. Frábært blak sem við erum að sjá hérna. Alvöru smöss og blokkir og flottar varnir. Og Júlía heldur áfram í uppgjöf. Og Rut tekur á móti þarna. Svo það Ísabella sem slær.
Já, þessi bolti var eitthvað skrítinn hérna. Þannig að Lúcia var ekki alveg tilbúin í þetta. Bjóst við aðeins fastari bolta þarna held ég. Átta 6 fyrir KA. Steinun gefur upp hérna og Júlía tekur á móti. Amelía kemur boltanum upp á Pálu. Og Steinun með fína vörn þarna. Tinna slær af blokkinni og þarna nær Lúcia ekki að bjarga þessu. Steinun heldur áfram í uppgjöf. Arnún tekur á móti og svo það Pála sem að slær aðeins of langt. Framspili hjá KA hefur oft verið betra í þessum síðustu 2-3 tilraunum. Þegar að framspilið ekki gott, þá uppspilið ekki gott og þá smössin oftast ekki góð. Steinun heldur áfram og þarna skorar hún Ás og kemur afturheldingu yfir í stöðuna 9-8. Þetta fljótt að breytast. Sjáum hvað gerist núna. Júlía tekur á móti og svo það Lovísa sem að slær. Gerir þetta virkilega vel. Já, þetta stig til KA. Þarna vildi afturhelding meina að Lovísa hefði farið í netið. En það þýðir vist lítið að deila við dómarann. Staðan þá jöfn 9-9. Og Lovísa gefur upp. Bolti hérna, Michelle kemur boltanum hérna upp að netinu og það Daniela sem að lauma boltanum yfir. Og þá það Tinna sem að gefur upp fyrir afturheldingu. Pála tekur á móti og svo það Lúcia sem að slær hérna aðeins of langt. Engin snerting í blokkinni, þannig að þessi bolti fór bara út. Og Matteo tekur þá leikhlé. Ætlar aðeins að fara yfir málin. Staðan orðin 11-9 fyrir afturheldingu. Það komin hérna 2 stig í afturheldingu. Matteo tók engan séns núna, ákvað aðeins að róa leikmennina niður og fara yfir stöðuna. En þessi hérna byrjar mjög skemmtilega. Liðin að skiptast af að skora og búin að fá mjög flott tilþrif hjá báðum liðum. Í sókn og vörn. Vonandi heldur þetta bara áfram svona og við fáum alvöru leik. 5 hrinur, það væri skemmtilegt. En Tinna klár í að gefa upp fyrir afturheldingu. Pála tekur á móti og fær svo boltan aftur. Steinun verst þarna og svo það Tinna sem slær. Fín vörn til Amelíu. Og þá það Pála laumar, vel gert og Rut bjargar þessu. Síðan það hérna Pála aftur sem slær og á blokkinni, nei. Þetta var blokkstig hjá afturheldingu. Gott að var Isabel eða Michelle skiptir ekki allir máli en þá stannar 12-9 fyrir afturheldingu. Það halda áfram að hérna skora stig. Tinna gefur upp.
Og Pála tekur á móti hérna og Júlía slær. Blokkin ennþá að vinna fyrir Aftureldingu. En ekki þarna. Pála þarna með klókt smass framhjá blokkinni. Þá það Pála sem að gefur upp fyrir Káa. Og Rut tekur á móti, svo það Ísabella sem að slæðir hérna fast. Og þessi aðeins of stuttur en Júlía kemur þessu yfir og svo það Tinna hinum megin. Góð blokk hjá Auði. Svo kemur bolti núna á Auði aftur í blokkina. Og þetta net. Þetta net á Aftureldingu. Það mjög greinilegt frá því þessum staði sem ég stend hérna, en þá vill Sigfinnur aðeins heyra í fyrirliði Aftureldingar. Það var 11-12 fyrir Aftureldingu og Pála heldur áfram að gefa upp. Og Rut með þessu bolta og svo það Michelle sem að slær hérna en Arnrún verst vel. Nú þetta net á Káa. Já, engin mótmæli við því. Svonlega getur gerst, ekkert við því að gera. Það var Ísabella sem að gefur upp fyrir Aftureldingu. Og Pála með erfiða móttöku þarna og svo kemur Auður þessum bolta yfir. Svo það Michelle sem að slæðir hérna laust og svo Júlía en góð vörn í Aftureldingu og svo Tinna á afturlínunni, Arnrún verst og Pála og Michelle verst vel hérna og Júlía aftur laumar. Þessi í lagi og Tinna kemur honum yfir. Fínt. Pála og svo Lúcia sem slæðir hérna djúpt. Glæsilegt smass hjá Lúciu. Þetta var alvöru barátta hérna hjá báðum liðum. Hvorugt liðið vildi láta boltan enda í gólfinu. Við fengum hérna pönnuköku og allt hvað eina og endaði svo á frábæri smassi hjá Lúciu. Hún fer svo í uppgjöf núna, hún Lúcia. Staðan orðin 12-13, þetta hnífjafnt hérna í hreinu 4. Fínn bolti og Rut tekur á móti, þetta var erfitt hjá Aftureldingu. Michelle slær hérna einfaldan bolta á mitt gólfi hjá Káa. Þar engin leikmaður til þess að verjast. Og þá gerir Káa skiptingu og Sóldís kemur inn á fyrir Lúciu. Það var Daníela sem gefur upp fyrir Aftureldingu. Þessi of langur og fer út. Staðan 13-14 fyrir Aftureldingu. Þetta helst áfram bara hnífjafnt. Það var Auður sem gefur upp og Rut tekur á móti. Michelle slær og svo það Lofauðsson sem að spilar upp á Júlíu. Fín vörn hann hjá Tinnu. Og Michelle sendir boltan aðeins og langar kannski nei en þetta endaði í stígi til Aftureldingar, tvíslag á Káa. Ég var ekki viss hvort að þessi bolti hefði verið að fara út af en Sóldís gerði það eina réttaði stöðun að taka boltan. 15-13 fyrir Aftureldingu og Michelle gefur upp. Arnrún tekur á móti og svo það Júlía sem að slæði með vinstri hendi. Hún getur þetta allt saman. Skiptir engum máli hvort þessi vinstri eða hægri eða
Uppspilið var þannig aðeins svo langt en það skiptir engum máli fyrir Júlíu. Hún slær boltan alltaf í gólfið. Þá er það Amelía sem að gefur upp fyrir Káa. Hvít bolti og þar í brasi með hann og endar því að Tinna kemur honum yfir. Og svo það Júlía og þið vitið náttúrulega hvernig það endar. Slæðir hérna djúpt inn á völlinn og skorar hérna gott stig. Jafnarleikinn 15-15. Amelía heldur áfram í uppgjöf. Hvít bolti, svo það Valdís og góð blokk hérna hjá Júlíu. Glæsilega gert. Þá tekur afturhelding leikhlé og staðan 16-15 fyrir Káa. Já, góður kafli núna hjá Káa og hjá báðum liðum. Þetta virkilega jafnt. Við sjáum hérna stigaskori núna. Þá það Júlía sem kom með 31 stig, Pála með 21. Lovísa með 6, Auður 4 og Lúcia 4. Og hjá afturheldingu þá Valdís komin með 12 stig, Tinna 12, Michelle 10, Steinunn 7 og Daniela með 6 stig. Og Amelía klár í uppgjöfinni. Og Rut tekur á móti. Svo það Tinna sem slær hérna í blokkina og út. Jafnan leikinn 16-16. Og þá það Valdís sem gefur upp fyrir afturheldingu. Og Júlía tekur á móti þarna og fær boltan svo aftur og laumar net á afturheldingu. Þarna voru allir leikmenn að minnsta kosti Káa inn á völlinn með á hreinu og þarna væri net og dómari var líka með á hreinu. Þá gerir Káa breytingu og Sóldís fer út af og hérna Lúcia kemur inn á. Tinna þá mætt í að gefa upp. Og þarna það Ísabella sem að næra íta boltanum bara niður. Það þarf ekkert alltaf að vera fast. Fínt stig hérna í afturheldingu. Náðu að stoppa þetta sprett hjá Káa. Staðan 17-17. Og þarna slær Steinunn uppgjöfinni beint í netið. Þetta ætlar að vera bara lífjafnt áfram. Og nú það Lúcia, nei, Lovísa fyrir ekki sem að gefur upp. Og Michelle tekur á móti. Svo það Tinna sem að slær í blokkina og niður. Nær að tróða boltanum hann á milli Pálu og Auðar. Það var Tinna sem að gefur upp fyrir afturheldingu. Pála með góða móttöku og svo það Lúcia sem slær í blokkina. Já, það halda áfram að sanka sér blokkstigum í afturheldingu. Afturhelding komin yfir 19-18.
Tinna með uppgjöfina og Arnum tekur á móti. Svo það Pála sem slær hérna. Og Tinna slær aftur inn í frábær blokk hérna hjá Auði. Glæsilega gert. 1 í blokk. En það var bara meira en nóg. Gerði þetta mjög vel. Þá staðan jöfn 19-19 og Pála gefur upp. Bolti, Rut tekur á móti þarna og Daniela gerir þetta mjög vel. Laumar þarna boltanum yfir. Þarna voru það ekki alveg nógu vakandi hjá Káa. En það gerir afturlíki skiptingu. Velina Apostolova kemur inn á í staðinn fyrir Ísabellu. Afturlíki komin í 20 stig, 20-19. Velina gefur upp hérna. Arnrún tekur á móti móttaka og Pála kemur boltanum á Júlíu. Svo það Michelle sem að laumar en Auður gerir mjög vel hérna. Og þessi erfiður og þessi bolti var svolítið erfiður en afturlíki gerði vel hérna á stofblokkina. Og Matteo tekur þá leikhlé í stöðunni 21-19 fyrir afturhaldningu. Já, það var svo sem alveg búist við því að þetta myndi vera jafnt, en þetta er búið að vera ótrúlega jafnt í þessari hrinnu. Ég held að munurinn hafi nú allavega verið meir en 3 stig í þessari hrinnu. Við sjáum það betur kannski á eftir. Þá það leikhléinu lokið og leikmennir mættir inn á völlinn. Velina Apostolova gefur upp. Þessi bolti fer út af og stig til Káa. Þetta var virkilega mikilvægt stig. Komast í stöðuna 20-21 en ekki vera í 21-19. Ef ég reiknaði þetta rétt. Þá það Lucia sem að gerir sig klára að gefa upp. Og allt sé klárt hérna á riddaraborðinu þannig að Lucia getur gefið upp. Bolti Rut að hotna í smá erfiðleikum með þennan bolta en Daniela leysir þetta mjög vel. Ítir boltanum bara yfir og Káa var ekki alveg tilbúið þarna að takast á við þetta. Þetta þá önnur lauman hérna hjá Danielu í lokina á þessari hrinnu sem ansi mikilvægt fyrir afturhaldningu. Daniela fer svo að gefa kúna og Arnrún með góða móttöku. Svo það Júlía sem laumar en blokkin mætt hjá afturhaldningu. Valdís ítti þessum bolta bara beint ofan í gólfið og kemur afturhaldningu í stöðuna 23-20. Og Daniela heldur áfram í uppgjöf. Og Pála tekur á móti og þá það Pála úr afturlínunni og hún slær út. Já, þetta var mikilvægt fyrir afturhaldningu og erfitt fyrir Káa. Núna staðan orðin 24-20. Afturhaldning getur klárað þetta með næsta stigi. Daniela og Pála tekur á móti og svo það Júlía sem slæði djúpt. Fín vörn hjá Danielu, Rut spilar upp á Michelle og góð vörn hjá Arnrúnu en þarna Valdís mætt og ítir boltanum í gólfið og þá nær afturhaldning að vinna þessa hrinnu 25-20 og leikinn 3-1.
Já, þetta svo fór sem fór. Þetta var spennandi leikur og mikil tilþrif og tvö virkilega sterk lið og sterkur sigur hérna hjá Aftureldingu á sterkum útivelli hérna í KA. Skulum við renna hérna aðeins yfir stíginn og hérna við sjáum að hérna það er Júlía sem að hérna enda með 31 stig og Pála með 21, Lovísa með 6, Auður með 5 og Lúcia með 4. Hjá Aftureldingu var það Valdís sem endaði stigahæst með 14 stig sem er virkilega vel gert hjá Valdísi. Tinna Rut með 14 stig, þær eru jafnar með 14 stig og svo er það Michelle með 10, Daniela með 9 stig, Steinun 7, Isabella 4 og Velina með 1 stig. Hérna er svo tölfræðin úr 4. og síðustu hrinunni. Þá voru Smössin farin í jafnastæðins hjá liðunum og blokkirnar rundar 4 á móti 5, mistökin svipuð, en það var þetta mjög svipað þarna framan af í þessari hrinu. Það var bara rétt í lokin sem að Aftureldingin náði að stinga af. Og ef við sýnum svo hérna leikinn í heild sinni að þá endaði þetta svona 45-28 Smöss hjá liðunum og allt svo sem frekar svipað. Það eru þarna mistök mótherja sem er kannski stóri munurinn í þessum leik, 39 móti 21, en Afturelding stóð sig bara vel hérna í KA og endaði þetta á góðum sigri, en ég held að við látum þetta bara duga í bili. Þökkum fyrir okkur í kvöld, verið sæl.